Komið sæl. Fyrst í dag voru stöku él við vesturströndina en svo létti til mest allt land og á gervitunglamynd sem tekin var hádegi í dag þá getum við séð að það var víða bjart veður en þó var dálítil háskýjabreiða hér yfir suðurhluta landsins og einnig með norðurströndinni. Og á þessari mynd þá einnig hægt að sjá að það snjólétt víða á láglendi bæði sunnan og vestan til en meiri snjó á norðan og austanverðu landinu. En hitinn síðastliðna nótt fór mest niður í 5 stiga frost á Ölkelduhálsi og hitinn í dag hefur víða farið upp í 7 og 8 stig á nokkrum stöðum á landinu. Og mesti vindhraði núna seinnipartinn voru einungis 11 metrar á sekúndu í Grímsey. Og ef við skoðum hér stöðuna núna seinnipartinn á lægðakerfunum þá víðáttumikið lægðasvæði hér suður af okkur en dálítið lægð fyrir norðan okkur. Og þróunin á þessu nú sú að þetta hreyfist ekki mikið en úrkomusvæði frá lægðinni hér fyrir sunnan kemur upp að suður og austurströndinni í nótt eða á morgun og annað kvöld allt austanvert landið. Og á hitasviðinu þá að sjá að það tiltölulega svalt loft yfir landinu og þá má reikna með að það verði víða talsvert frost hjá okkur þar sem það verður nokkuð bjart lengst af en á morgun búist við að hitinn verði svona frá 1 og upp í 6-7 stig. Og ef við skoðum hér úrkomu og vind í kvöld og fram til hádegis á morgun þá reikna með að verði víða bjart veður hér á landinu og frost einkum inn til landsins, stöku él með norður og norðvesturströndinni en svo þegar líður á fyrramálið þykknar upp austanvert landið og það verður hægt vaxandi vindur. Og hádegi verður staðan á þessa leið komin hægt vaxandi norðaustanátt hjá okkur, stöku él með norðvesturströndinni og farið að þykna upp austan til og jafnvel slitta allra austast en yfirleitt þurrt og bjart bæði hér á suður og vesturhluta landsins og þá má gera ráð fyrir því að það verði talsverði vindstrengir á suðausturlandi strax í fyrramálið og fram eftir degi á morgun. Og svo ef við horfum á hvernig þetta þróast fram til annað kvölds, þá kemur úrkomusvæði hér inn á austanvert landið, ýmist með slittu eða rigningu og það herðir heldur vindinn, þannig að annað kvöld búist við að verði komin strekkingsvindur víða á landinu, snjókoma til fjalla, slitta hér á norðausturlandi en rigning hér allt austanvert landið. Og þá má reikna með að vindhviður nái upp í 25 til 30 metrar á sekúndu á suðausturlandi. En yfirleitt þurrt og bjart á vesturhluta landsins. Og svo verður þróunin sú að þetta úrkomusvæði það færist hér vestur með norðurströndinni aðfaranótt sunnudags og þá má reikna með að herði einnig vindinn hér allra vestast. Og á sunnudag reikna með að verði strekkings norðlæga átt hjá okkur, einkum með norður og vesturströndinni en hægari vindur inn til landsins, bæði norðan og vestan til og einnig á suður og austurhluta landsins. Rigning eða slitta með köflum á norðurhluta landsins og einnig hér austan til en yfirleitt þurrt hér á suðurhlutanum. Og hitinn verður áfram svona frá frostmarki og upp í 4-5 stig. Og á mánudag svipað staða áfram hjá okkur fram eftir degi, norðlæg átt með úrkomu norðanvert landið en yfirleitt þurrt sunnan til en þó getur komið stöku skúrir þar. Og á þriðjudag svo gert ráð fyrir að verði austlæg átt hjá okkur með skúrum á suðausturlandi og einnig með norðurströndinni en yfirleitt þurrt og bjart suðvestan til og hitinn breytist ekki mikið. Og ef við lítum hér á önnur lönd í Evrópu, þá getum við séð að það verður skúraloft á Bretlandseyjum, víða sólríkt á Norðurlöndunum og hér miðbik álfunnar og hitinn komin vel yfir 20 stig á Ítalíu. Og á Íberíuskaga reiknað með að verði einhverjir skúrir, sérstaklega þó miðbik álfunarskagans en þurrt bæði vestast og austast. Og á Kanaríeyjum gert ráð fyrir að verði skýjað með köflum og einhverjir skúrir norðan til. Og í Norður-Ameríku hæð hér við vötnin miklu og sólríkt veður á þeim slóðum, eins reikna með að verði sólríkt hér í Suðurríkjunum en skúraloft allra vestast. Og hjá okkur útlit fyrir að verði vaxandi norðaustanátt með úrkomu þegar líður á morgundaginn austanvert landið. Verið sæl.